Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í sveitarstjórnarmál eiginlega vegna þess að uppi hafa verið hugmyndir sameiningu sveitarfélagana Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps og þau eru hingað til mín komin Helgi Héðinsson og Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir til þess að segja okkur aðeins frá þeirri vinnu sem hefur verið sett í það undirbúning fyrir kosningu þar að lútandi. Verið velkomin bæði tvö. Kærar þakkir. Hvenær hófst þetta ferli? Það má segja að ferli sem slíkt hafi hafist á vormánuðum 2019 þegar að byrjaði umræða hvort það væri ekki skynsamlegt fyrir þessi sveitarfélög að skoða möguleikann á því að sameinast og í kjölfarið var því tekin okkur vel að sveitarstjórnarfulltrúunum sem í rauninni ber ábyrgð á að marka þessa leið og það er skipuð formleg samstarfsnefnd sem að hefur það hlutverk að greina kosti og galla hugsanlegra sameiningar og koma þessu formlega ferli á stað sem að þar að leiðandi endar aðeins með kosningu. Það er samkvæmt lögum og reglum þá ber okkur að móta tillögu sem að íbúarnir fái svo að taka afstöðu til. Orðið býsna langt síðan þannig að vinna fór á staðakrafti, við skynjuðum meðbyr að fólk hefði áhuga á að skoða þetta og sjá hvað þetta þýddi og greina aðeins því að þetta eru samfélög hlið við hlið, mörguleyti sama fólki, það fást við sömu viðfangsefnin, sömu fjölskyldurnar sem afmarkast bara af einhverjum línum á landakorti. Þannig að settum vinnun á stað og hún fór af stað að nokkrum krafti í samstarfsnefndinni þann veturinn, svo kemur COVID-ið og vegna þess að þessi vinna byggir á samráði, samtali, spjalli, þá verður þetta dálítið erfitt en við verðum að leita leið og haldið áfram að vinna undirbúninginn í starfshópunum. En núna sjáum við erum búin að finna leiðir til að vinna með það sem við höfum í regluverkinu og ætlum að setja vinnun á stað á fullum krafti núna með íbúafundum sem eru fyrirhugaðir næstu 2 vikur. Svo erum við blanda rafrænum og staðfundum til að geta fóta okkur innan rammana. Þar sem að fólk fær tækifæri til þess að kynnast vinnunni sem hefur verið unnin nú þegar. Já, við skiptum okkur upp í nokkra mismunandi starfshópa til þess að taka mismunandi viðfangsefni og þessir kynningafundir eru hugsaðir til þess að kynna íbúum niðurstöðu þessara starfshópa og jafnframt taka þátt í að móta og koma með ábendingar um hvað mætti betur fara, hvað þarf að hugsa betur út í og svo framvegis. Þannig að þetta eru 2 kynningafundir í næstu viku og svo aðrir 2 í þar næstu viku og það er nauðsynlegt í rauninni að fá íbúa í sveitarfélögum til þess að taka þátt hvort sem þeir koma á staðinn eða eru með okkur á netinu til þess að fá upp alla gagnrýni, allar pælingar. Af því að það er Þetta er tíminn til þess að koma fram með það núna. Já, akkurat, vegna þess að svo tökum við niðurstöður frá þessum kynningafundum og vinnum það áfram sem að verður svo kynnt fyrir sveitarstjórn beggja sveitarfélaga, ekki satt? Jú, þetta fer fyrir sveitarstjórnina til umfjöllunar og bara hnykkja það sem að Ragnhildur nefndi að núna er einhvern veginn mómenti fyrir fólki að koma og sjá, við erum búin að vinna forvinnu, við erum búin að greina hvað þetta þýðir og hvernig þetta kunni að líta út, þannig að fólk geti komið og sagt, nei, þetta er ekki nógu gott eða þetta er bara frábært, við skulum halda áfram með þetta og skiptum þessu upp í málaflokka til að gera fundina aðeins léttari og þægilegri og til að geta fengið kannski aðeins dýpri umræðum tiltekin mál sem að kunna brenna á fólki. Við erum að fjalla atvinnumál, skipulagsmál, skóla- og félagsmál og umhverfismál og fleira og flokkum þetta upp og við erum að kynna þetta markviss núna og svo er næsta skref vonandi fá inputi því að við erum að þessu til að fólk fá einhvern veginn að segja sína skoðun á því hvert við erum að fara til framtíðar og þannig að koma og segja sína skoðun, taki þátt í vinnunni þannig að við séum einhvern veginn búin að vinna allan grunninn nægilega vel til að geta lagt þetta inn í kosningu. Hugnast er þessi sameining já eða nei og þá kemur bara út úr því dómur núna fyrsta laugardag í júní. Í júní, já. Og þá náttúrulega verður búið að leggja fram endanlegar tillögur sem að fólk tekur afstöðu til. Já, sveitarstjórnina fjallum þetta í rauninni af aflokinni vinnu starfshópanna eftir íbúafundina, þá taka sveitarstjórnina við og þá er mótuð tillaga sem er svo lögð inn í hendur íbúana í kosningu. Já. Og væntanlega mikilvægt einmitt bæði að fólk hafi áhrif á vinnuna og komi með punkta sem að nefndunum getur hafa yfirsést eða hvernig sem það er, en líka náttúrulega bara að fólk kynni sér hvað felst í
þessu. Algjörlega. Nákvæmlega. Því að margir náttúrulega kannski heyra bara orðið sameining og spyrna í jörðina og vilja helst ekkert af því heyra, bara af því að við erum okkur hættir til að festast í þessum gömlu línum á landakorti sem svo eru svo hvergi til staðar í raunheimum, þessar línur. Hvernig haldið að það verði núna? Það er náttúrulega svo komið inn á erfiðara þegar fólk hefur ekki getað hist í sama mælu og venjulega að kynna þessa hluti, en vonandi bara mæti fólk á fundina. Já, við erum full bjartsýni með að fólk mæti á fundi því að það hefur verið sko kallað eftir því að fá að heyra meira hver er staðan, hvenær fáum við einhverjar upplýsingar og svo framvegis, og nú er sá tími kominn. Þannig að nú er bara að gera að fólk taki þátt. Já, heldur betur, og fólk fyrstir væntanlega líka bara í að hitta annað fólk og það getur slegið 2 flugur þá í einu höggi, þeir sem geta mætt á staðfundina og svona tæknileg útfærsla er dálítið svona skemmtileg. Við erum að finna leiðir til að koma til móts við alla. Við viljum að allir hafi færi á að taka þátt í vinnunni, hvort sem þeir kunna á tölvu eða vilja koma og spjalla við næsta mann. Þannig að við notum þessi stóru félagsheimili sem við búum yfir til þess að vera með svona sellur þar sem að fólk getur komið, þar eru umræðustjóri, þar verða hópar sem að spjalla saman, en taka svo jafnframt þátt inn í þennan rafræna fund. Þannig að það er alltaf svona spennandi að sjá hvernig þetta funkar. Þetta er tæknilega dálítið metnaðarfullt. Já, þetta er áskorun. Við erum búin að vera undirbúin þetta mjög vandlega. Nei, algjörlega, bara eins og sameiningin sjálf, af því að þið sem komið að þessari vinnu, væntanlega eru sóknarfæri í einmitt sameiningunni fyrir 2 lítil sveitarfélög. Það er algjörlega svoleiðis og í raun og veru er ekkert sem að rekur okkur í sameiningaviðræður vegna þess að staðan er bara fín. Sveitarfélögin eru vel rekin og þetta hefur gengið ágætlega, en það eru vissulega, þau eru býsna fámenn og við sjáum og áttuðum okkur á því strax í upphafi að það væri góður svona gott veganesti inn í svona vinnu að hlutinni væru bara í ágætis lagi. Vegna þess að það væru kannski, þá gætum við einblínt á tækifærin. Við þurfum ekki að hugsa hagræðingar. Við förum ekki inn í vinnuna með það fyrir augum. Við þurfum ekki að hugsa einhverjar verulegar breytingar á skólum eða anninu. Það er ekki inn í myndinni. Við getum bara að hugsa hvaða tækifæri höfum við til framtíðar, hvernig getum við einhvern veginn nýtt styrkleika sem að búa í fólkinu og landgæðunum og því sem við höfum á þessum svæðum og haldið einhvern veginn áfram og móta okkur framtíðarsýn fyrir svæði sem einhverja heild, því að það er vissulega heild þó að þessar gömlu línur kljúi það sko. Já. Og ég vil langar að koma aðeins inn á það að það var hátt í 100 manns komið að þessari vinnu með einhverjum hætti af tæplega 1500 íbúum í sveitarfélaginu, þannig að æði margir hafa snertingu við þetta nú þegar. Við settum á stað verkefni sem heitir Nýsköpun í Norðri, þar sem að fólk vann þvert á að reyna svona að greina tækifæri og það er rúmt ár síðan að það fór á stað og afraksturinn er gríðarlega jákvæður og mörg skemmtileg verkefni að koma út úr því. Þannig að sama hvað kemur út úr kosningunni þá er ferli búið að vera jákvætt og við greinum fjölmörg tækifæri, en við erum auðvitað líka að greina hugsanlega galla og það er það sem við leggjum svo bara á borðið þannig að fólk getur tekið vel upplýsta ákvörðun. Já, því þetta snýst í rauninu það að þessi vinna sem við höfum verið að vinna, hún snýst nánast einungis það að fólk geti tekið vel upplýsta ákvörðun hvort það vill sjá sameiningu eða ekki. Einmitt. Og þetta er örugglega heimsmet í hversu margir hátt hlutfall af sveitarfélaginu tekur þátt í undirbúningsvinnunni. Og fyrir þá sem að vilja afla sér frekar upplýsinga, bæði hvenær og hvar fundirnir eru haldnir og hvert á fólk að fara í netheimum til þess að finna upplýsingar við getum látið borðan flæða hérna upp á skjánum. Það er sem sagt heimasíðan þingeyingur.is, thingeyingur.is. Og þar að finna allar upplýsingar fundina og meiri fróðleik. Og þar er líka svolítið skemmtilegur dálkur sem heitir spurt og svarað. Og þar getur fólk sendt inn spurningar eða hefur einhverjar spurningar og fengið svör við þeim. Þar eru birtar á heimasíðunni. Frábært. Ef það er eitthvað sem verður eftir þessa fundi til dæmis. Akkúrat. Magnað. Þetta er ótrúlega spennandi. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað í þáttinn og segja okkur frá þessu og gangi ykkur vel með fundina og allt þetta spennandi starf sem er framundan. Kærar þakkir. Takk fyrir, sömuleiðis.